Góðan daginn, innilega velkomin til þessar athafnar sem snýst veitingu vísinda og nýsköpunar verðlauna Háskóla Íslands 2020. Og í ár í fyrsta skipti veitt þessi verðlaun undir þessu heiti vísinda og nýsköpunar verðlauna Háskóla Íslands, en við höfum á undanförnum árum einu sinni, eða getum sagt árlega, veitt hagnýtingaverðlaun Háskóla Íslands og þar á undan verðlaun sem hétu upp úr skúffunum. Í ár var jafnframt ákveðið að breyta áherslum verðlaunanna og verða veitt að þessu sinni verðlaun í 4 flokkum til að auka sýnileika þeirra fjölbreyttu rannsókna sem stundaðar eru innan Háskóla Íslands og hinna margvíslegu leiða sem þær rannsóknir geta haft áhrif til góðs í samfélaginu. Óhætt að segja að nemendur og starfsfólk Háskóla Íslands séu virk í nýsköpun og ber fjöldi umsókna í samkeppnina þess merki en auk þess hefur starfsfólk og nemendur verið sýnileg á ýmsum nýsköpunar viðburðum og þeim bara fjölgar sífellt sem mjög ánægjulegt. Og vil ég nota þetta tækifæri og óska Halldóri Bjarka Ólafssyni, nema í læknisfræði við Háskóla Íslands og leiðbeinanda hans, Marteini Inga Sigurðssyni, fyrir að hafa hlotið nýsköpunarverðlaun forseta Íslands sem voru veitt að ég held núna í febrúar. Og verkefnið tengsl óeðlilegs blóðhags við bráða fylgikvilla og langtíma útkomu eftir skurðaðgerðir. Og þetta bara alveg frábært að fá þessa viðurkenningu fyrir unga vísindamenn sem að byrja að fá nýsköpunarverðlaunin og ég óska Halldóri innilega til hamingju. Hann getur ekki verið með okkur hér í dag en við erum svo heppin að leiðbeinandi hans, Marteini Ingi Sigurðsson prófessor, ætlar að koma og kynna hér verkefni stuttlega og Marteini Ingi innilega velkomin hér í púltið. Takk kærlega fyrir. Direktor og kæru verðlaunahafar, til hamingju með daginn og takk fyrir boðið. Ég hér eins og rektor kom inn á hér í stað Halldórs Bjarka. Þó að próftíma í háskólanum sé lokið þá læknadeildin aðeins eftir á og er að prófa núna í lyflækningum og það svona þungt og mikið próf og hann óskaði þess að ég myndi vera hér hans í stað og það bara heiður og ánægja. Og hér má sjá hann í febrúar ásamt Gunnar taka við þessum verðlaunum. Og stuttlega bara verkefnið, þetta snýr rauð blóðkorn sem eru þessi glæsilega sameind sem að flytja súrefni allan líkamann. Blóðkornin eru framleidd í beinmerg og hafa svona cirka 90–120 daga líftíma. Og svo þegar þau eru orðin léleg og hægt að starfa jafnvel þá þarf að losna við þau einhvern veginn og þau eru fjarlægð í milta og lifur og beinmerg einhverju leyti. Og það gert með svona nokkurs konar síu, svona eins og þessari kaffisíu. Það að segja óeðlilega lítil eða óeðlilega stór blóðkorn eru fjarlægð með því að það ákveðin svona stærðarþröskuldur sem velur hvað fjarlægt. Nú þetta býr til þessa stærðardreifni sem á ensku heitir Red Cell Distribution Weight sem lýsir hver breytileikinn í stærð rauðra blóðkorna. Og þetta tala sem var ofboðslega nákvæmlega stjórnað af líkamannum og frekar lág. Það mjög lítill breytileiki í þessari tölu. En það sem gerir svo við vannæringu, langvinnt bólguástand, ýmsa króníska sjúkdóma að geta beinmergsins til að framleiða rauð blóðkorn minnkar og líkaminn bregst við með því að breyta svona möskvastærðinni. Þannig að þeir hleypa í gegn minni og stærri blóðkornum þannig að það verður meiri breytileiki í stærð rauðra blóðkorna. Og þannig hugmyndin svo, það mjög auðvelt að mæla þessa stærð því að þegar við gerum mæling á blóðhag sem við gerum milljón sinnum á ári á spítalanum og þar að meðal fyrir allar stærri skurðaðgerðir þá mjög auðvelt að mæla þessa stærðardreifni. Það að mæla meðalstærð og breytileika í meðalstærð. Og þá hugmyndin ef að það langvinnt bólguástand, mergbæling af einhverjum orsökum, bólguástand, krónískum sjúkdómi, vannæringu eða eitthvað slíku, þá eykst þessi stærðardreifni. Og við getum mælt hana og þá hugmyndin, getum við nota þessa stærðardreifni sem auðvelt að mæla til þess að fylgjast með ástandi líkamans svona yfir lengri tíma. Og þetta ekki ósvipað því að við mælum langtíma blóðsykur með því að fylgjast með hversu mikill sykur á rauðum blóðkornum. Og það gefur okkur svona 90 daga sýn á hvernig sykurstjórnin hefur verið
og hér hugmyndin þetta að nota þetta til að sjá 90 til 120 daga sýn á það hvernig ástand mergsins Það hefur verið lýst tengslum milli óeðlilegra stærðardreifni rauðra blóðkorna og verri horfa í ýmsum þýðum, sérstaklega hjá sjúklingum með ýmsar tegundir af krabbameinum og svo sjúklingum sem liggja á gjörgæslu. Og hugmyndin okkar var að athuga hvort það ætti líka við hjá sjúklingum sem undirgangast skurðaðgerðir. Nú, til þess að gera þetta þá tók Halldór íslenska aðgerðagrunnin sem ég ábyrgðarmaður fyrir, en hann í raun og veru fylgist með og leyfir okkur að búa til rannsóknarverkefni sem snúa að skurðaðgerðum á Landspítala. Hann tengir saman klínísk kerfi spítalans sem lýsa aðgerðum, sjúkdómsgreiningum, lyfjanotkun sjúklinga og blóðprufumælingum og tengir þetta allt saman og býr til rannsóknargrunn sem svo hægt að kalla eftir fyrir hinn ýmsu verkefni. Og það sem Halldór Bjarki gerði var í raun og veru að hann skoðaði tengsl milli þessar stærðardreifni og útkoma. Og það fyrsta sem hann varst að gera að þú varst að kanna hvaða sjúklingar eru sem hafa óeðlilega stærðardreifni, hafa óeðlilega mikla stærðardreifni. Kom í ljós í sem allra stystu máli að þessi sjúklingar voru eldri, þeir voru veikari, þeir voru hrumari og þeir fóru í stærri aðgerðir. Og það vandamál því að ef sjúklingar eru veikari og eldri fyrir þá þurfum við einhvern veginn að passa það að við séum ekki að bera saman epli og appelsínu, við þurfum að bera saman svipaða hluti og þá notum við aðferð sem heitir pöruð áhættuskorun, það er að segja þá finnum við fyrir hvert sjúkling sem með óeðlilega stærðardreifni, þá finnum við einn úr hópnum eðlilega stærðardreifni sem fór í svipaða aðgerð, álíka gamall, svipaða veikur og álíka hrumur og við pörum þetta saman. Og þetta getum við einungis gert að því við höfum stóran gagnagrunn, þetta 40.000 skurðaðgerðir sem við höfum til þess að vinna úr. Þannig að þá getum við para saman fólk með óeðlilega stærðardreifni við mjög sambærilegan einstakling sem hefur eðlilega stærðardreifni en lítur að öðru leyti eins út, svipa gamall, álíka veikur, svipa skurðaðgerð. Og þá kemur í ljós, eftir að við höfum parað þetta svona saman, þá hafa sjúklingar sem með óeðlilega stærðardreifni þeir hafa hærri 30 daga dántíðni, 4,8% á móti 2,9% í þessum paraða viðmiðunarhópi og þeir hafa líka hærri einsárs dántíðni, tæplega 20%, 17,1% með 9,7% af þessum pöruðu viðmiðunar einstaklingum. Og hérna má sjá mynd af langtíma lifun þessa einstaklinga og við bara skiptum þessu upp eftir svona stigum, aðeins óeðlileg, talsvert óeðlileg og mjög óeðlileg og hérna má sjá, hérna hægra megin má sjá talsvert óeðlileg og mjög óeðlileg lengst til vinstri og þá sjáum við að rauða línan sýnir þá sem eru með óeðlilega stærðardreifni og svarta línan sýnir þá sem eru með eðlilega stærðardreifni og það er búið að para saman einstaklingar sem eru álíka veikir og eru að fara í svipaðar skurðaðgerðir. Og þið sjáið að línundar, þetta er hefðbundin lifunarkúrfa, X sem sýnir þegar að tíminn líður og Y sem sýnir hver lifun sjúklingana. Og það sem þið sjáið hér er að sjúklingar með óeðlilega stærðardreifni, þeir beygja talsvert hraðar heldur en þeir sem eru með eðlilega stærðardreifni eftir aðgerð. Og það virðist vera svona stigvaxandi munur, þeim óeðlilegri sem stærðardreifnir, þeim verri eru horfurnar. Svo við drögum saman þetta svona frekar stóra verkefni þá bara í örstutta samantekt, þá sýnum við fram á nokkuð óyggjandi hátt að það eru sterk tengsl á milli óeðlilega hárra stærðardreifni hjá þessum rauðu blóðkornum og verri horfum. Þannig við erum búin að sýna fram á tengsl en auðvitað ekki orsakasamband og mikilvægt að halda því til haga. Við vitum að óeðlileg stærðardreifni tengist mergbælingu sem verður oft í tengslu við langvinnt bólguástand og vannæringu og það eru hluti sem erfitt að mæla en það auðvelt að mæla stærðardreifni og þá hugmyndin, getum við notað þetta í staðinn, getum við notað þetta til að fylgjast með sjúklingum í framhaldinu og við erum kannski komin á þeim staði í skurðaðgerðum að það ekki að vænta einhverja tæknibyltinga myndi ég halda á eftir 10 árum í því hvernig við framkvæmum aðgerðir, hvernig við meðhöndlum sjúklinga inn á sjúkrahúsinu. Það er erfiðara að við styttum ekki legutíma frá 0 dögum niður í minna en 0 daga. Þannig að við þurfum einhvern veginn ef við ætlum að halda frá að bæta árangur skurðaðgerða þá þurfum við að fara að hugsa eins út fyrir kassan og það sem við erum að hugsa núna mikið er hvernig tryggjum við það að sjúklingar sem koma í aðgerðir séu eins best undirbúnir og hægt er. Getum við bætt árangur aðgerðarinnar með því að ekki breyta aðgerðatækninni og ekki meðferðinni inn á sjúkrahúsinu heldur það sem gerist á undan. Þannig að ein hugmyndin er svo að við þurfum að finna sjúklingarna sem þurfa íhlutun þar sem við ætlum að fresta skurðaðgerðinni til þess að bæta árangur þeirra. Það er náttúrulega mjög afdrifaríkt fyrir þjóðfélagið og einstaklingana og það er kostnaðarsamt. Þannig að við þurfum að velja sjúklingarna vel þar sem mögulega hafa gagnað slíkri forhæfingu. Og kannski getum við notað þetta merki til þess að finna sjúklingana sem þurfa frekari uppbygglu, það þarf að skoða nánar fyrir aðgerð hvort einhver íhlutun eða forhæfing eigi til sé við hæfi. Og þá er spurning, hvert er nýsköpunargildi við svona verkefni? Hér fór ég semst yfir bara 5 mánaða vinnu á 5 mínútum, en þetta er svona stóra myndin.
Það var til ný þekking, við höfum lýst þessum tengslum í stóru þýði skurðsjúklinga í fyrsta skipti og það var bara akkurat í morgun fekk ég tölvupróst frá British Journal of Anesthesia og grein þetta efni var að birtast bara í heftinu núna í maíheftinu okkur til mikill ánægju því að þetta blað eitt sterkasta blað í heimi á sviðum svæfingu og gjörgæslulækninga. Þannig að við höfum búið til nýja þekkingu. Öll góð nýsköpun býr til nýja spurningar, þannig að maður einhvern veginn klárar aldrei verkefni, maður er aldrei búinn. Það næsta sem við viljum skoða þá getum við notað þessa stærðardreifingu til þess að áhættuflokka sjúklinga. Og hitt sem við viljum gjarnan skoða, getum við notað stærðardreifingu til þess að fylgjast með árangri forhæfingar. Ef við tökum sjúklinga sem að batna eða versna í þessari stærðardreifingu árið fyrir aðgerðina, við getum spáð fyrir hvernig aðgerðin þeirra muni heppnast. Og síðast en ekki síst, þá byggum við til nýjan vísindamann því að Halldór Bjarki var í raun og veru þrefasnemi þegar hann byrjaði að vinna, hafði ekki unnið vísindarannsóknir á þessu tegund áður og hann heldur vonandi áfram undir minni stjórn og fleiri góðra vísindamanna við læknadeild að sinna rannsóknum á þessu sviðum og öðru. Og þetta skemmtileg tímalína, árið 2007, þá hlaut ég sjálfur þessi verðlaun, þá var ég á sama stað, fjórðarslæknemi og hlaut verðlaun fyrir verkefni sem vann eftir 3 ár. Viðbendi minn þá var Hans Tómas Björnsson sem prófessor í læknadeild og hann var tilnefndur 1997 en vann ekki, hann á ekki svona fína mynda sem forsetanum. 2020 þá ég í þeirri ánægjulegu aðstöðu að vera leiðbendi Halldórs Bjarka og svo býðum við hvað gerist 2033, hvað verðlaunin heita þá og hvort Halldór Bjarki kemur upp og kynnir nemandann sinn, vitum við ekki en við vonum bara að svo verði. Kæra þakkir fyrir mig og aftur til hamingju með daginn. Vel gert að kynna 5 mánaða vinnu á 5 mínútum og bara líka gaman að sjá þessa mynd. Glæsilegt og til hamingju með greinina líka, það er mjög flott og ég óska Halldóri Bjarka innilega bara góðs gengis í prófinu en bara takk fyrir að halda þetta erindi. Það er mjög mikilvægt og glæsilegt að fá þessi verðlaun. En þá erum við komin að vísinda- og nýsköpunarverðlaununum. Og markmið þeirra er að draga fram í dagsljósið nýstárlegar hugmyndir og verkefni sem byggja á rannsóknum eða starfi starfsfólks og nemenda Háskóla Íslands og stuðla að samfélagslegum eða viðskiptalegum ávinningi. Háskóli Íslands vill að þekkingasköpun og rannsóknir við skólann hafi víðtæk áhrif og takist á við þær flóknu áskoranir sem Ísland og heimurinn standa nú frammi fyrir en við mat á umsóknum er meðal annars horft til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna en auk þess þarf hugmyndin að fela í sér nýnæmi og frumleika, vera útferð og styðja við stefnu skólans og starfsemi. Veitt eru núna í fyrsta skipti verðlaun í 4 flokkum og þeir flokkar eru heilsa og heilbrigði, tækni og framfarir, samfélag og hvatningaverðlaun. Einn verðlaunahafi af þessum 4 hlýtur svo titilinn sigurvegari samkeppninnar en tilkynnt verður í lok athafnar hvaða verkefni hlýtur þann heiður. Dómnefnd var afar vel mönnuð að þessu sinni en í henni sitja bæði einstaklingar sem hafa komið að þessum verðlaunum áður og reyndar árum saman og dýrmætur liðsauki nýrra meðlima. Og í dómnefnd sátu Kristín Andersen, formaður og prófessor við verkfræði og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands, Svanborg Rannveig Jónsdóttir, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands, Hannes Ottosson, aðjúnkt á hugvísindasviði og verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð, Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, nýsköpunarfulltrúi Háskóla Íslands, Ingi Björn Sigurðsson, fjárfestingarstjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, Ásta Sóllilja Guðmundsdóttir, viðskiptaþróunarstjóri hjá Auðnu Tæknitorgi, Sigurður Ingvarsson, meðeigandi og ráðgjafi hjá Árnason Faktor og María Guðmundsdóttir, stofnandi og forstjóri tölvuleikjafyrirtækisins Parity. Kann ég dómnefnd bestu þakkir fyrir störf sín og bið nú Kristín Andersen, formann nefndarinnar, að koma og kynna niðurstöður hennar.
Að þessu sinni bárust 38 gildar umsóknir í samkeppnina frá öllum fræðasviðum á skólans og þær hafa aldrei verið jafn margar. Það eru hugmyndir og verkefni sem lýst var í umsóknum voru afar fjölbreytt og mislangt og velkomin og því var úr vöndu að ráða fyrir dómnefndina. Og það var ekki hægt að segja að störf dómnefndar hafi farið fram með hefðbundnum hætti frekar nokkuð annað í samfélaginu þessa mundir. Samkomubannið kom í veg fyrir að hægt væri að halda fundi augliti til auglitis, en það væri nú ansi sérstakt ef dómnefnd verðlaunast að ganga út og að finna nýja leiðir til að leysa vandamál, hefði ekki gera nýjustu tækni til að deila út gögnum og eiga í samskiptum. Auk þess var tekið upp nýtt matsblað og unnið eftir nýjum verklagsreglum sem endurspegla þá áherslu sem rektor lýsti hér áðan á að draga fram hversu fjölbreytt viðfangsefni starfsfólks og nemenda Háskólans Íslands eru. Við mat á umsóknum skoðaði dómnefndin einkum nýnæmi og frumleika, útfærslu, samfélagsleg áhrif, meðal annars út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og hvort verkefni sé í samræmi við stefnu skólans og styðji starfsemi hans. Niðurstaða dómnefndar er eftirfarandi. Í flokknum heilsa og heilbrigði hlýtur verkefnið auðkenning og einangrun virkra efna úr blóði verðlaun að upphæð 1,5 milljón króna. Það er Óttar Rolfsson, prófessor í læknadeild heilbrigðisvísindasviðs, sem leiðir verkefnið, en aðrir þátttakendur eru Freyr Jóhannsson, lífefnafræðingur, og Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, klínískur prófessor og líffræðingur Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Verkefnið sprottið upp úr áralöngu samstarfi Háskóla Íslands og Blóðbankans. Verkefnið gengur út á að kanna möguleika á að auka verðmæti landbúnaðarafurða umfram matvælaframleiðslu. Nánar tiltekið þá verður reynt að staðfesta tilvist og magn lífvirks lípíðs í blóðafurðum sem falla til í sláturhúsum landsins og kanna uppvinnslumöguleika efnisins og stöðuleika við geymslu. Lípíð eru sameindir sem eru mikilvægar í æðamyndun og sáragróanda og mætti því mögulega nýta það við sáragræðslu. Aukin nýting sláturhúsa úrgangs getur auk þess dregið úr þeim neikvæðu umhverfisáhrifum sem af honum stafar. Verkefni eru margþætt og það samræmis fjölmörgum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Það er mat dómnefndar að verkefni geti haft afar jákvæð áhrif á bæði heilsu fólks og umhverfi þess, auk þess að bera rannsóknum innan Háskóla Íslands gott vitni hvað varðar hugmyndaauðgi, fagmennsku og samstarf innan og utan skólans. Mig langar að biðja Óttar Rolfsson að stíga upp á svið til að kynna verkefni fyrir hönd teymisins. Kæri rektor, dómnefnd og aðrir góðir áhorfendur. Ég langar fyrst og fremst að þakka kærlega fyrir að vera þess heiðurs aðnjótandi að hafa hlotið þessi verðlaun. Fyrir mína hönd og þeirra sem hafa starfað samhliða mér á tilraunastofunni í mjög svo góðu samstarfi við Blóðbankann, segi ég takk fyrir. Það er svo sannarlega hvetjandi að fá verðlaun og það með staðfestingu á eitthvað vit sé í þeirri vinnu sem við tökum okkur fyrir hendur svona daglega. Við langar á næstu mínútum eða svo að tilgreina aðdragandann að þessu verkefni og svona hvað við höfum í hyggju, því að þetta er í augnablikinu á hugmyndastiginu að mörgu leyti. Ég starfa sumsé á heilbrigðisvísindasviði og er prófessor í lífefnafræði og rannsóknir mínar snúa að efnaskiptum í frumum og það er ekkert mikilvægara en efnaskipti. Við getum bara sannreynda á okkur núna með því að halda í okkur andan. Við verðum að fá súrefni til þess að geta lifað og súrefni, við þurfum það til þess að geta stunda efnaskipti. Allavega, ég er með aðstöðu í kerfislíffræði Kastalanum og Sturlugötu 8 sem margir þekkja sem húsnæði íslenskrar erfðagreiningar og þar er ekki tilraunastofa í lífefnagreiningu sem sérhæfir sig í skimun á lífefnum. Flestum ætti nú að vera kunnugt hvaða tilgangi lífefnaskimum getur þjónað í samfélaginu. Lítið annað hefur verið talað undanfarna mánuði en skimun á erfðaefni í þeim tilgangi að greina COVID-19 veiruna. Nú erfðaefni er hins vegar bara ein tegund af 4 helstu lífefnum sem lífverur eru almennt samsettar úr. Auka erfðaefnisins eru lífverur samsettar úr próteinum, lípíðum og smásameindum. Á tilraunastofunni minni sérhæfum við okkur í skimun lífefna annarra heldur en erfðaefnis. Það er að segja lífefnum, lípíðum, smásameindum og prótein. Og við gerum það með greiningatæki sem kallast massagreinir. Massagreinir, þeim á líkja við vigtar þar sem skima má lífefna innihald og auðkenna það með hliðsjón af massa efnisins. Og þannig er í rauninni hægt að skima lífefni
og skima sýni og auðkenna lífefni í sýninu sem maður veit að eru til staðar, en líka finna efni í sýninu sem maður veit ekki að voru til staðar áður og þannig uppgöta ný lífefni. Nú fyrir hartnær 10 árum eða svo, þá hófst samstarf Háskóla Íslands og Blóðbankans með það fyrir augum að skima fyrir lífefnabreytingum til þess að besta geymslu blóðs við geymslu í Blóðbankanum. Sú vinna skilaði sér í yfirgripsmikilli þekkingu á lífefnainnihaldi blóðfrumna og eitt af þeim fjölmörgu efni sem við greindum í blóðskimum á þessum tíma ákveðið lípíð sem ég ætla að láta liggja milli hluta núna hvað en lípíð eins og áður kom fram efnaflokkur sem almenningur kannski þekkir betur undir nafninu fita. Þetta óheyrilega stór og flókin flokkur lífefna sem þjónar margs konar hlutverki í líkamann. En lípíðið sem við höfum áhuga á boðefni sem tekur þátt í að miðla bólgusvari líkamanns og hefur verið sýnt fram á að ýta undir æðamyndun og sáragróðanda í fjölda rannsókna á heimsvísu. Þannig gæti það nýst við að meðhöndla óðurlegt bólgusvar sem fylgikvilli fjölda erfða og lífsstílssjúkdóma og í sáragróðanda einnig. Gallinn þó hins vegar sá að efnið í afar litlu magni. Með tilliti til styrks efnisins í mannablóði þyrfti sirka tonn af því til þess að útbúa 0,5 til 2 grömm af efninu. Það mætti þó aftur leysa upp í lífeðlisfræðilegan styrk til þess að gæfa af sér nokkur þúsund lítra af efnavöru eða svo, en Dracula sjálfur ætti eflaust erfitt með að komast í svo mikið mannablóð. En í samtölum sem sé við starfsfólk í sláturhúsum landsins það staðfest að mikið blóð rennur beint í niðurfallið með tilheyrandi neikvæðum umhverfisáhrifum. Og samkvæmt hagtölum bændasamtakanna má áætla að svona sirka 500 tonn af lambablóði og 2300 tonn af nautablóði renni beint í niðurfallið hér á landi árlega. Nú markaðsvirði blóðs á heimsvísu það bil króna per lítar og það verður að teljast sérstakt þar sem blóðið með dýrustu efnum sem þekkjast í framleiðslu og að hafa ríkt á næringarefnum. Nýting þess hefur að miklu leyti einskorðast við matargerð og við framleiðslu á mjöli sem þá aftur nýtt í skepnufóður. Minni vinna hefur þó farið fram í að kanna uppvinnslu verðmætra efna úr blóði, þó svo að dæmi séu fyrir hendi og þá fyrst og fremst uppvinnsla á dýrmætum prótein. Nú með þetta allt að leiðarljósi datt mér í hug að kanna fýsileika þess að vinna upp þetta lípíð úr skepnublóði. Við ætlum sem sé á næstu missurum að svara spurningum það hvort þetta efni sé yfir höfuð til staðar í skepnublóði og með skepnum og þá við lömbum, svínum og nautgripum, í hvaða skepnum sem sé og í hvaða magni. Að auki langar okkar að kanna stöðuleika efnisins samfara mismunandi úrvinnslu. Þær upplýsingar tel ég nauðsynlegar til þess að áætla fýsileika þess að halda áfram með verkefnið á iðnaðarskala. Nú hér að lokum vil ég biðja Ólaf Eystein Sigurjónsson, prófessor og forstöðumann rannsókna í Blóðbankanum að koma hingað upp á svið og njóta þessar viðurkenningar með mér. Takk fyrir. Þá komið að flokki nr. 2. Í flokknum tækni og framfarir hlýtur verkefnið sjálfvirk merking heilamynda til bestunar og klínísku notagildi myndgreiningar verðlauna upphæð 1,5 milljón króna. Það Lotta María Ellingsen, dósent við Ramas og tölvuverkfræðideild verkfræði- og náttúruvísindasviðs sem fer fyrir verkefninu. Ásamt henni hafa þeir Hans Emil Atlason, doktorsnemi við Ramas tölvuverkfræðideild og Ásgeir Löfe, lektor við læknadeild og taugaröntgenlæknir Landspítala unnið að verkefninu. Heilabilun samheiti yfir margvíslega sjúkdóma sem hrjá 5–8% einstaklinga sem komnir eru yfir 60 ára aldur og með hækkandi aldri vestræna þjóða fer þessi hópur stækkandi. Greining sjúkdóma fyrsta skrefið í átt að lækningu og meðferð, en vegna þess hve ósértæka einkenni heilabilunar getur verið afar erfitt að greina orsakir með núverandi greiningaraðferðum. Segulómun af heila svo aðferð sem oft nýtist best
en vonir eru bundnar við að sjálfvirkar merkingaraðferðir geti aukið greiningargerðina enn frekar. Hins vegar hafa slíkar aðferðir ekki átt greiða leið til klínískrar notkunar vegna þess að beiting þeirra hægvirk og krefst oft sértækrar tölvuþekkingar. Verkefni þetta gengur út á að þróa sjálfvirkt, þrívítt myndgreiningartól byggt á gervigreind sem veitir læknum nákvæma rauntímamælingar á mismunandi heilasvæðum sem talið að tengist heilabilun og leiðir þannig til klínískra framþróunar sem bestar nýtingu myndgreiningargagna. Vonast til að aðferðin geti leitt til næmari og skjótari greiningar á heilahrörnunarsjúkdómum og þannig haft í för með sér vinnusparnað fyrir lækna og fjölga þeim sjúklingum sem hægt væri að greina nákvæmar og þar með veita viðeigandi meðferð. Það mat dómnefndar að þetta verkefni sé glæsilegt dæmi hvernig menntun og rannsóknir innan Háskóla Íslands geta leitt af sér gríðarlegan samfélagslegan ávinning langt út fyrir veggi stofnunarinnar. Nú langar mig að biðja Lottu Maríu Ellingsen að stíga upp á svið til að kynna verkefni fyrir hönd teymisins. Rektor og aðrir góðir gestir, ég vil byrja á að þakka kærlega fyrir okkur og þetta er afskaplega mikil hvatning og heiður að hljóta þessi verðlaun. Nú okkar verkefni snýst sjálfvirka merkingu á segulómyndum af heila en þekkt að það er fjöldi heilahrörnunarsjúkdóma meðal annars sem að valda heilabilun sem valda oft breytileika í byggingu heilans og oft þetta lítill breytileiki sérstaklega á fyrstu stigum sjúkdómsins sem að getur verið afar erfitt að greina með því einu að horfa á myndirnar. Og heilinn þetta þrívíður hlutur og myndin, segulómynd sem er sneiðmynda heila er tekin í þrívít, þannig að þetta er þrívíta mynd, en hins vegar er myndin skoðuð bara sneið fyrir sneið. Og læknar hafa bent á og rannsóknir hafa bent til þess að ef hægt að greina sjúkdóma snemma áður en að áhrif þeirra orðin meiri, að þá væri mögulega hægt að komast að meingerð sjúkdómsins og í kjölfarið að því að finna mögulega meðferð við sjúkdómum. Nú okkar rannsóknir og annara á sviði myndvinnslu hafa leitt í ljós að notkun gervigreindar og sér í lagi djúpra tauganeta getur verið notuð til þess að finna þennan breytileika á sjálfvirkan hátt og í rauntíma. Nú, ef við skoðum dæmi svona breytileika sem að sést í heilanum, að þá í fyrsta lagi stækkuð heilahólf, en það er þekkt að fjöldi heilahrörnunarsjúkdóma og heilabilunarsjúkdóma veldur því að þessi vökvafylltu hólf heilans eiga það til að stækka. Og dæmi slíkan sjúkdóm er fullorðins vatnshöfuð sem er heilabilunarsjúkdómur sem er einn af þeim fáum heilabilunarsjúkdómur sem er meðhöndlanlegur ef hann er greindur rétt. Þannig að það er afskaplega mikilvægt að greina þann sjúkdóm snemma. Og þannig sem að umfang eða stærð heilahólfa er metið í dag er að þetta er metið með svokallum Evans-stuðli og þið sjáu á myndinu þarna tvær stærðir sem eru línulegar mælingar A og B og þessi Evans-stuðull er þetta hlutfall A deilt með B. Nú annar breytileiki sem er líka tengdur við meðal annars heilabilun eru hvítavefsbreytingar en þetta eru blettir sem að myndast á heilanum og sjást vel á svona segulómyndum. Og dæmi sjúkdóm sem er tengdur þessum breytileika er æðaheilabilun. En magn eða umfang svona breytinga í heilanum er metið í dag á Fasega-skala. Og þetta er í rauninni fremur huglægt mat þar sem að læknir gefur einkunnabilinu 1-3 eftir umfangi breytingana í heilanum. Nú við höfum þróað sjálfvirkar merkingaraðferðir til þess að merkja þessi heilasvæði á sjálfvirkan hátt og notum til þess djúptauganet og þeir sjáu hérna vinstra megin á myndinni uppbyggingu tauganetsins og svo fyrir miðju sést niðurstaða þessar aðferðar sem er sjálfvirk merking á heilahólfunum annars vegar og svo þróuðu við annað tauganet sem finnur þessar hvítavefsbreytingar í heilanum og þetta gerir okkur í rauninni kleift að fá tölulegar mælingar á umfangi þessara svæða og gerir okkur líka kleift að skoða þessi svæði í þrívít og sem að gera það að verkum að það er auðveldara í rauninni að fylgjast með breytingum sem eiga sér stað yfir tíma að fá tölulegar mælingar í hvert sinn og fylgja það eftir hvort að þessar hvítavefsbreytingar er að aukast eða heilahólfun er að stækka.
Niðurstöður okkar rannsóknar, svona fyrstu niðurstöður benda til að setja séu afar nákvæmar mælingar og eru sambærilegar við handgerðar merkingar og marktækt nákvæmari merkingar en samanburðaraðferðir. En það sem er ekki síður mikilvægt er að þessar aðferðir eru alveg gríðarlega hraðvirkar út af því þetta eru aðferðir sem að byggja á gervigreind og nota þessi tauganet og við getum fengið merkingu á einni heilamynd bara á nokkrum sekúndum. Á meðan eldri aðferðir hafa tekið upp undir klukkutíma og jafnvel fleiri klukkutíma að vinna hverja mynd og skila niðurstöðum. Og þetta gerir okkur kleift að opnar möguleikann á því að færa þessar aðferðir inn í klíníska notkun inn á spítala hjá læknum og sem leiðir okkur að okkar rannsóknarhugmynd sem er í rauninni að þróa notendavænt viðmót á þessar rannsóknaraðferðir sem að gerir þá læknum kleift að fá þessar umfram upplýsingar við bara þessar venjulegu myndir sem að safnað er á spítalum og fá þessar tölulegu upplýsingar í viðbúti það sem að þeir hafa. Og mögulegur ávinningur af slíkri aðferð væri að þetta myndi besta nýtingu myndgreiningarinnar, myndi gefa þessar auka upplýsingar til lækna inn á spítalunum og gæti mögulega leitt til fleiri og nákvæmari greininga, gæti leitt til greiningar á fyrri stigum sjúkdóms, hjálpa til að finna meingerð sjúkdóma fyrr og þá mögulega leitt til meðferðarþróunar og svo loks spara tíma fyrir lækna sem að myndi fá þarna auknar upplýsingar í rauntíma og veita þeim þá möguleika að taka kannski upplýstari ákvörðun heldur en þeir geta í dag. Og mér langar að biðja Hans Emil Atlason, doktorsnema, að koma hérna upp og Áskil Löfi, röntgenlækni á Landspítala, að koma hérna upp. Og annars bara þakka ég kærlega fyrir komið að þriðja verkefnið sem hér hlýtur viðurkenningu. Í flokknum samfélag hlýtur verkefnið skimunartækni LANIS, mat á málþroska 30 ára barna, verðlaun upp að 1,5 milljón króna. Að verkefninu standa Jóhanna Thelma Einarsdóttir, dósent í talmeinafræði, bæði við læknadeild og einnig við deild kennslu og menntunarfræði á menntavísindasviði. Ásamt þeim Þóru Másdóttur, lektor í talmeinafræði og Catherine Crowe, ný doktor, en báðar starfa þær við læknadeild á heilbrigðisvísindasviði. Auk þeirra koma verkefninu Þóra Sæunn Úlfsdóttir hjá Miðju máls og læsis, Grísel Lúsússon Jónsdóttir, ráðgjafi hjá Reykjavíkurborg, Eva Zaplewska, prófessor í Gdansk og Sigurgrímur Skúlason, próffræðingur. Verkefni gengur út á að bera kennsl á þau börn sem við 30 ára aldur eiga í erfiðleikum með að læra tungumál og tjá sig. Tjáskipti teljast til grundvallar mannréttinda og nær sú grein mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna einnig yfir það að búa yfir hæfni og getu til að eiga kost á alhliða tjáskiptum. Frávik í málþroska geta verið af margvíslegum toga og geta umhverfis- og félagslegir þættir þar spilað inn í. Sem stendur eru ekki til skimunartæki sem bæði leikskólakennarar og foreldrar geta nýtt til að kanna málfærni barna á aldrinum 3-4 ára, hvorki fyrir börnum með íslensku né önnur tungumál sem móðurmál. Með beitingu skimunartækisins á þessum tímapunkti er þetta að grípa fyrr inn en áður hefur verið og beita markvissu örvun í því skyni að auka framfærir í málþroska á meðan börn eru enn á þeim aldri að slíkt skiptir sköpum varðandi framtíðar málfærni. Skimunartækið er tvíþætt, annars vegar fyrir foreldra og hins vegar fyrir leikskólakennara. Skimunartækið er á íslensku og hefur verið þýtt á pólsku og ensku og verður forprófað á þessum 3 tungumálum og stefnt á að þýða það á fleiri tungumál. Verkefnið byggir á rannsóknum sem stundar hafa verið innan Háskóla Íslands með aðkomu bæði akademískra starfsmanna og nemenda. Auk þess hefur verið samstarfið utanaðkomandi sérfræðinga, erlenda og írlenda,
sem lagt hafa verkefninu lið og styrkt það. Dómnefnd metur verkefni svo að það hafi möguleika á því að hafa mikil og jákvæð áhrif út í samfélagi til langs tíma. Þetta verkefni gott dæmi samstarf sem verður þvert á fræðasvið og stofnanir og hámarkar þannig möguleika til nýsköpunar samfélaginu til heilla. Nú langar mig að biðja Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur að stíga upp á svið til að kynna verkefni fyrir hönd teymisins. Rektor, Kristinn, formaður dómnefndar. Ég þakka fyrir þessi verðlaun. Það er mikill heiður að fá þau fyrir hönd okkar sem stöndum að skimunartækinu LANIS og leið langar mig að segja fá ein orð verkefnið. Þetta er sem sagt hópurinn sem stendur að verkefninu, það er ég og sem heitir Jóhanna Thelma og er dósent við Háskóla Íslands og auk þess Þóra Másdóttir, Catherine Crowe sem er nýdoktor í talmeinafræði og við unnum verkefni í samstarfi við Þóru Sæunni Úlfsdóttur hjá Miðum máls og læsis, Krisel Jónsdóttur sem er ráðgjafi hjá Reykjavíkurborg og Evu Sjapleska, prófessor í getansk og Sigur Grím Skúlason, prófræðingur. Og hér sést sem sagt hópurinn. Tjáskipti mannréttindi og eins og kemur fram í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og það er bæði átt við réttinn að tjá sig og skiptast á skoðunum og líka að eiga þess kost að búa yfir nægilegri hæfni og getu til að eiga kost á alhliða tjáskiptum. LANIS-tækið er sem sagt bæði fyrir foreldra og fyrir leikskólakennara og sem sagt það er eitt sameiginlegt tæki fyrir báða hópana til að skima fyrir frávikum í tjáskiptum 3 ára barna. En af hverju skimun? Þurfum við nokkuð að skima fyrir málþroska? Læra ekki börnin bara málið sem er fyrir þeim haft, ósjálfrátt í samskiptum við umhverfið? Þarf nokkuð að kenna tungumálið sérstaklega? Jú, það búa ekki allir yfir nægilegri færni til að tjá sig sem getur verið af mismunandi ástæðum. Sumar eru líffræðilegar eins og heyrnarskerðing en umhverfi og félagslegi þættir koma einnig við sögu. Mælingar á málþroska sýna að hann er normaldreifður og það er mikill breytileiki innan hvers aldurshóps. Það er mjög mikill einstaklingsmunur á því hvernig börnum, til dæmis, tekst að orða hugsun sína, hversu mikinn orðaforða þau hafa og hvernig þau beita tungumálinu. Rannsóknir hafa ennfremur sýnt að það er með íhlutun hægt að hafa áhrif á hversu fær þau eru í tungumálinu. Frávik í tjáskiptum eru mjög algeng. Það talaði alltaf 15–20% af börnum teljist með frávik í málþroska. Og það geta verið frávik í málþroska, sem sagt málskilningur, máltjáning, orðaforði slakur, málfræði slök eða erfiðleika með það. Málhljóðaraskanir eins og framburður og hljóðkerfið, talflæði eins og stam og svo er það málnotkunin eða hvernig við notum málið í félagslegu samhengi. Þetta er allt hægt að skima fyrir hjá 3 ára börnum. Við erum búin að forprófa skimunartækið, gerðum það eftir að við sendum inn umsóknina, en það hefur verið lagt fyrir 118 börn á íslensku, pólsku og ensku. Og hér sjáum við sem var hluti af meistaraverkefni Söndru Vignisdóttur og hér sjáum við nokkur orð úr skimuninni á pólsku, á íslensku og á ensku og þessi orð voru fundin út frá orðtíðni og rannsóknum á orðtíðni sem að börn á þessum aldri í þessum tungumálum eru að nota.
Ætlunin í sumar að fara yfir gögnin, vinna listan áfram, þannig að hægt verið að leggja hann fyrir stærri hópa börnum næsta vor. Og við höfum náttúrulega huga á að gera áframhaldandi rannsóknir í áfrávikum í máli og tali og fylgja börnunum eftir og svo væri spennandi að gera íhlutunar rannsóknir. Við vitum að góð færni í tungumálinu hefur áhrif á möguleika á þáttöku í nútíma samfélagi. Sérstaklega þarf að huga börnum sem að læra íslensku sem annað mál, en þau hafa átt í miklum erfiðleikum með að læra íslensku. Og við verðum að gefa þeim sem öðrum tækifæri og stuðla að aukinni málfærni allra. Takk fyrir. Já, nú vil ég bjóða Þóru Más að koma og Katrín og Krisel og Þóru Sæunni. Og þá komið að fjórðu viðurkenningun sem hér verður veitt og það hvatningarverðlaun að upphæð 500.000 krónur og það hlýtur verkefnið Small Scale Biowaste Gasification in Remote Icelandic Areas, Reducing Emissions and Producing Heat and Power og það Seyri Masume Safavi, doktorsnemi á verkfræði og náttúruvísindasviði sem stendur fyrir verkefninu. En ásamt henni hafa komið að því Rúnar Unnþórsson og Kristján Petrus Richter, prófessorar í iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild, Páll Jens Reynisson, nýdoktor og Sahar Safarian Bana, doktorsnemi við sömu deild. Auk þess verkefnið í samstarfi við Sorpu. Verkefni hefur fengið styrki bæði gegnum norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins og frá Tækniþróunarsjóði. Í dag hefur engin hagkvæm og umhverfisvæn lausn komið í stað sorpbrennslana sem lokað var árin 2011-2012 vegna díoxín- eða fúranmengunar. Vegna þessa óhemju mikið rusli flutt af hverju ári með ruslabílum langa leiðir eftir þjóðvegum landsins til urðunar eða brennslu. Gösun betri en aðrar förgunaraðferðir hvað varðar nýtingu orkunnar í lífræna úrganginum og vistvænasta förgunaraðferðin til lífrænan úrgang frá bæjarfélögum, sjávarútvegi og landbúnaði. Gastegundirnar sem myndast við gösun kallast syngas og þær má nýta í stað jarðefnaeldsneytis á brunahreyfla sem knýja til dæmis rafala. Þannig má framleiða bæði hita og raforku með lífrænni úrgangsorku. Gösunartæknin umhverfisvæn og sjálfbær leið til að nýta lífrænan úrgang. Helsta fyrirstaðan að hagkvæmni fæst með gösun á stórum skala sem algeng erlendis. Verkefnið gengur út á að færa þá þekking og tækni sem til gösun til minnistaða í dreifbýli á Íslandi og framkvæma gösununa í því umhverfi sem úrgangurinn verður til í. Með því móti hægt að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, minnka kolefnisfótspor til flutnings, minnka mengunina sem hlýst af flutningi, spara peninga við flutning og auka orkuöryggi í dreifbýli. Dómnefnd sér í verkefninu augljósan hag fyrir landið allt og skýra tengingu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. This concludes the conclusion of the award committee, and I would like to ask Seyed Masume Safavi to step onto the stage and tell us a little bit more about the project, please.
Hello everyone, I'm going to present in English. Please accept my apology for that. I'm learning Icelandic, I promise. As you know, my name is Seide. I'm a PhD student working on gasification under the supervision of Runar and Christian. I'm doing experimental work, and we also do simulation and modeling on gasification by my other colleagues. So the aim of the project, the gasification, is to solve the problem of waste management in Icelandic rural areas. As you probably know, most of the small communities and cities like Vestmannaeyjar in South Iceland used to incinerate their waste. But as you already know, lots of incineration plants were shut down because of the production of highly toxic pollutants such as dioxins. The dioxin is highly cancerous for people, and it's harmful for the environment surrounding the incineration plants. So they had to look for some alternatives. So they decided to spend lots of money to transport their waste to landfill sites in the country. But landfilling itself, landfilling bioorganics and bio-waste, has a lot of drawbacks, such as producing greenhouse gases which affect the climate change, and also it can pollute the groundwater by landfill leachate. So sooner or later, the government should look for some alternative for disposing the waste, especially organic waste. But the good news is we found the best solution for disposing the waste, especially organic ones. Our solution is gasification technology. So I'm not going to go into details, but to simply and briefly tell you about gasification and gasifier. Gasification is a process in which bio-waste, such as agricultural or municipal solid waste, burn in high temperature condition and with very limited oxygen amount, and it produces syngas. And all this process is happening in the gasifier, which is behind that black column. Then the syngas goes through the engine, which you can see there. The engine is very similar to the engines in the car that burn natural gas. So the syngas is burning in the engine, and it produces electricity and heat. So with that, all the small communities and cities around Iceland can have the gasifier to solve their problem of waste disposal, and they can also, especially for the communities in remote areas of Iceland, they can benefit from having electricity and also hot water from the gasifier. So to sum up, I should say that gasification is the cleanest and greenest and cheapest technology exists, and it can reduce the pollution, greenhouse gases, and saves money and helps us to produce green energy. And at the end, I would like to thank you all for listening, and thank you the committee for believing in our project and selecting us as a winner. Tack för er.
Þá lokið afhendingu viðurkenninga fyrir þessi 4 verkefni, en ennþá eitt atriði eftir, það rektor sem ætlar að koma hér til að kynna sigurvegara, sem sagt vísindar- og nýsköpunarverðlaunanna í ár. Gjörðu svo vel, Jón Atli Benediktsson. Já, kærar þakkir. Og ég vil nú byrja á því að þakka dómnefndin aftur fyrir afar vel unnin störf, og hvað voru það, 30 umsóknir, hugmyndir? Ok, bara glæsilegt. Það var mikið af þeim og síðan var náttúrulega erfitt val á milli þessara frábæru verkefna, og svo kemur þú ofan á það að velja sigurvegarann sem alveg á nýtt. Og við hefum fengið semst kynningu á öllum þessum frábæru verkefnum sem þóttu skara fram úr í þessum 4 flokkum verðlaunanna, og ég vil óska öllum verðlaunahöfum innilega til hamingju. Congratulations, great job. Verkefnin öll Háskóla Íslands til sóma, og ég efast ekki að ég tali fyrir hönd allra sem á þetta horfa og eru hér í salnum þegar ég segi að við hlökkum til að sjá þau þróast og vaxa. Þessu til viðbótar vil ég hvetja alla verðlaunahafa til að leita til sérfræðinga háskólans í samfélagslegum áhrifum og nýsköpun á vísinda- og nýsköpunarsviði, og ég vil nú bara þakka líka vísinda- og nýsköpunarsviði sérstaklega fyrir hvað vel haldið utan þessi verðlaun. En áður en við tilkynnum hver sigurvegarinn langar mig að koma á framfæri þakklæti til samstarfsaðila okkar. Það Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Nýsköpunarmiðstöð Árnason Faktor og Auðna Tæknitorg sem öll leggja ómetanlegt framlag til verðlaunanna. Framlagið felst í setu fulltrúa þeirra í dómnefnd í aðdraganda afhendingar, en þau leggja öll mikið til, mikla þekkingu og reynslu. Auk þess leggur Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins til 1 milljón í verðlaunafé, og Nýsköpunarmiðstöð býður öllum verðlaunahöfum 10 klukkustundir af ráðgjöf. Auðna Tæknitorg býður öllum verðlaunahöfum 5 klukkustundir af ráðgjöf, og Árnason Faktor býður sigurvegarakeppnina 10 klukkustundir af ráðgjöf, auk nokkurra tíma til annarra verðlaunahafa. Vilji verðlaunahafa nýta sér sérþekkingu starfsmanna Árnason Faktor eru þeir hvattir til að snúa sér til hugverkanefndar Háskóla Íslands og Landspítalans sem veitir ráðgjöf framhaldið og hefur milligöngu samskipti við Árnason Faktor. Og þetta mjög mikilvægur þáttur af þessum verðlaunum, allt þetta sem boðið upp á hérna í tengslum við þessi ráðgjöf. Auk þess vil ég nefna sérstaklega markaðs- og samskiptasvið sem haldið hefur einstaklega vel utan þennan viðburð og skipulag hans, en starfsmenn sviðsins hafa sýnt hugmyndaauðgi, samstarfsvilja og færni í að bregðast við þeim áskorunum sem samkomubann hefur á starf Háskóla Íslands, og bara þakka kærlega fyrir það, einstaklega vel gert. Og þá aðeins eitt eftir að tilkynna hver hlýtur þá sigurvegari í vísinda- og nýsköpunarverðlauna Háskóla Íslands árið 2020, og þetta hérna hulið, sjáðu hérna borð, og það dúkur og það undir hver hlýtur þessi verðlaun. En sigurvegarinn fær, eins og hér hefur komið fram, 1,5 milljón króna. Og verkefnið sem hlýtur þessi verðlaun byggir á traustum grunni rannsókna bæði innan Háskóla Íslands og utan hans, og dæmi ávinning af þverfaglegu samstarfi og yfirfærslu rannsókna sem getur haft mikil jákvæð áhrif á samfélagi heild innan sem utan landsteina og til langs tíma. Og sigurvegari vísinda- og nýsköpunarverðlauna Háskóla Íslands árið 2020 verkefnið sjálfvirk merking heilamynda til bestunar á klínísku notagildi myndgreiningar, og innilega til hamingju Lotta María Ellingsen, Hans Emil Atlason og Áskell Löfi, og bara langar að bjóða ykkur hérna upp að fá þetta viðurkenningarskjal, og með þessu lýkur þá athöfninni, og bara innilega til hamingju.
þá aðgerðinni lokið og bara kæra þakkir.